Góðan daginn, við ætlum að byrja þetta vlogg á því að opna bústsendingu saman. Ég var ekkert mjög peppuð að byrja þetta vlogg af því að ég líti ekkert frábærlega út. Ég er ekki búin að nenna mála með neitt þennan mánuð. Við erum líka bara í sundi alla daga. Og ég kom sko með, það sérstaklega ekki í þessari myndavél, en ég kom með geðveikt mikið af nýjum freknum hér og hér. Bara meðgöngutengdar freknur, eða þú veist, ég fæ aldrei freknur annars. Ég var að panta mér aðeins á Boost. Pantaði handfrjálsa brjóstapumpu frá Medela. Þetta er sama og ég átti seinast. Hún er bara mjög fín, en þú veist, ég held að það sé alltaf verið fínar. Mér langar bara að eiga eina rafmagns og eina hand. Svo keypti ég Hawaiian Tropic andlitssóluvernina. Ég er búin að leita af henni á Íslandi og hún er bara ekki til í neinum búðum. Ég veit ekki hvort hún sé hætt bara í sölu á Íslandi. En ég elska þessi sóluvörn út af lyktinni. Þetta er bara sumar fyrir mér, þessi lykt. Nei sko, þetta er versta lykt í heimi. Þess var að klára bara, þú veist, ég er ekki búin að eiga serum í alveg nokkra mánuði. En ég var að klára andlitskremið mitt og eitthvað svona. Þannig ég var að kaupa smá skincare. Svo góð tilboð á Boost af skincare. Ég ætla að prófa þetta í fyrsta sinn. Cosrx All-in-One Cream. Þetta er bara andlitskrem. Keypti ég serum sem ég hef notað áður. Þetta er frá Medicube Pink Peptide serumið þeirra. Og mér fannst þetta bara mjög gott þegar ég notaði það. Seinasta skincareið, þetta er ekki beint skincare, en ég keypti mér lip mask frá Mario Badescu. Ég ætla að opna hann, prófa þetta. Coconut og mango lykt. Ég elska kókos. Já, mér langaði að byrja eitthvað svona góðan varasalva fyrir næstu mánuði. Seinasta sem ég keypti var í hilluna inn í skrifstofu barnaherbergi. Svona karfa. Og ok, hún er alveg frekar lítil, en hægt að geyma eitthvað sætt í henni. Við erum sérst búin að taka skrifborðið í burtu fyrir þá sem að muna. Þá var talvan hans Brynjars búin að vera hérna síðustu mánuði. Og ég er búin að opna svona barnadótið. Stóllinn fyrir Trip-Trap. Leikmottan úr IKEA. Og hreiðrið og þetta er co-sleeperinn sem að ég er búin að eiga síðan ég átti Oliver. Er 35 vikur á morgun. Smá update. Lítur svona út. Naflinn alveg að springa. Ég er ennþá að vinna. Ég var að vinna áðan og ég er búin að vera með svo mikla, ok, vákvæm ekki sól, svo mikla samdrætti og verki bara síðan ég hætti, eða bara síðan ég var að vinna. Ég hefði svona helst þurft að hætta að vinna fyrir 2 vikum, en ég var bara 7 daga eftir, cirka. Þá er ég komin í frí. Myndavélin mín er hérna bara eitthvað að ofhitna. Ég er að kæla hana. Ok, klukkan er rúmlega 10 og ég var að koma úr volgubaði sem er ekkert eðlilega næs. Ég er búin að fara svo mikið í volgbað af því að mér er bara alltaf svo heitt. Ég er að gera skincare með nýju vörunum. Ég er líka búin að nota þetta Garnier vatn, svona Vitamin C Boost Glow, og ég er að fíla mjög mikið. Byrja alltaf og enda daginn á að renna yfir með þessu. En já, smá ketchup. Það eru bara nokkrar vikur eftir og það segir allir, en þú veist, mér líður eins og ég mun fara fyrir að stað. Ég sagði þetta líka seinast og ég fór á stað, ég átti á settum degi. Það segir allir af því að maður er að finna svo mikið af verkjum vikunar, þú veist, seinustu vikunar. Og ég er búin að ógeðslega mikla samdrætti og verki og bara svona lítil einkenni sem að maður er svona, jæja, þetta var að gerast. Þetta sinn er aðeins öðruvísi af því að ég er með svona magabólgur og þær í raun geta látið barnið koma fyrr. Og núna er ég byrjað á sterum sem getur líka látið barnið koma fyrr og það þarf að fylgjast ekstra vel með svona hvernig það er að vaxa og kannski gangsetja mig ef það er ekki að vaxa nógu vel. Eftir að ég byrja á þessum töflum. Ég ætla bara búin að eiga mjög góða meðgöngu, en það er bara eitthvað sem gerist eftir 30 vikur. Líka seinast bara þreytan og erfiðleikarnir kikka inn. Þannig að ég get alveg sagt að ég sé alveg tilbúin að fara að klára þetta núna.
Ok, þetta æði á húðina. Tilfinningin mjög góð að fá þetta húðina. Þetta svona sniglakrem. Ég alveg búin að minnka við mig í vinnu, en þetta alveg orðið mjög erfitt. Svona, að vinna alveg orðið óþægilegt, en mér stila meira svona eftir ekki heim á vinnunni, þá ég svolítið svona verkuð og þreytt og eitthvað svona. En ég á bara, cirka viku eftir og þá ég líka að fara að afhenta stofuna sem ekki að skrítin tilfinning. Ég búin að vera í þessu húsnæði síðan 2023. Það svona mest allt tilbúið, eða ef bara myndi bara koma morgun, þá myndi alveg hlutinni reddast, en það svona ákveðin sem ég þarf ennþá að græja. Þannig ég að pæla í að nýta þessa viku svolítið í svona litlu hlutina, kaupa litlu hluti sem ég vantar. Ég er búin að gera lista, allt mjög lítið, þetta bara eitthvað snuð, blauklútakassi og allt þetta litla, naglaklipp, hárbusti, eitthvað svona þannig dæmi. Og fyrir herbergi þá þurfum við reyndar að kaupa nýtt loftljós og stól, nokkuð svo í stól í hornið og bara setja upp myndir. Þannig þetta svona allt mikið vægast að komið, en það svona samt hlutir sem ennþá eftir að gera. En ég held að planið í fyrramáli sé að fara á morgunmatadate með mömmu og systur minni, kannski mágkonu. Ég held að ég sé bara að fara upp í rúm, kannski fara þátt og bara svo. Góðan daginn! Nei, stopp! Hvað? Ég langar til að sjá kikli. Við Ólafur erum á leiðinni í smá morgumat með Ástu og Atlasi. Ég held ég mjög gott að ég byrja daginn á að fara út úr húsi af því ég rosa þreytt eitthvað. Ég tók með mér, ég veit ekki hvort ég ætla að fara í strax eða á eftir, en ég keypti þessar sundbuxur í Name It í maí og þær voru sem sagt það sést það allir brúnu liturinn farin, en þær voru meira svona brúnar, þessi buxnastrengurinn, og nú þær orðnar sko bleikar, þær bara búin að aflitast. Ég held að hafa notað þær, tvisvar þá voru þær orðnar svona litin. En Name It að leyfa mér að skila þeim og fá nýtt í staðinn. Þá þarf ég að fara, tók brjóstapumpuna með út og mér vantar snúru sem passar í hana. Ég veit ekki, ég mjög stressað að finna ekki snúru sem passar, en við ætlum að reyna. Þannig já, við ætlum að fara í morgumat og smá stús í dag. Góðan daginn! Já, ég endaði á því að taka ekki mikið upp í gær. Ég fór í svolítið stús, náði að græja inneignarnótu fyrir sundbuxurnar, fann hvað snúri ég á að kaupa fyrir brjóstapumpuna, þannig það var success. Fór síðan í Hagkaup og það sem sagt búið að vera 20% afsláttur af ógeðslega mikið á svona ungbarnavörum, svona pelatengdum, duttutengdum vörum. Þannig ég fór og keypti svona fullt af litlum hlutum sem svona, já, maður svolítið svona gleymir að kaupa þá. Keypti snuð, pela, brjóstamjólkur svona póka, pela, busta, hárbusta og greiðu. Það var svona litlu hluti sem já, vantar en ekkert eitthvað skemmtilegt að kaupa. Og svo var ég bara í eitthvað svo ógeðslega vondu skapi í gær. Ég veit ekki hvort það sé hormónatengt, gæti verið steratöflu tengt af því það getur gert því smá crazy in the brain. Það var ekki stuð til að vlogga í gær, þannig ég tók ykkur ekki með mér í neitt stús. Ég fór líka til tannlæknis og vinna. Mér var svo illt í bakinu að fara að vinna í gær. Ég bara svona, mér líður sér miklu verri að vinna núna svona í lokin heldur en seinast. Út af þegar ég var að plana núna hvað ég ætlaði að vinna lengi, þá var ég bara miðað við hvað ég vann lengi seinast. Og seinast hætti ég að vinna cirka 2 vikum fyrir 17. dag sem var fæðingadagur. Ég var eitthvað að reyna að skoða svona hvenær ég var að auglýsa mig. Og ég var alveg að vinna út febrúar held ég og Ólafur fæðist síðan miðjan mars. Þannig að kannski var ég eitthvað að misreikna og ég var að vinna miklu minna seinast en ég hélt. En já, ég ætlaði bara að segja að ég læri bara að því næst en ég ekki að reiknast annað bad. Já, ég alveg í betri skap í dag og það sól úti og ég að fara að taka 2 frekar svona auðveldakúrna. Ég að fara að vinna í cirka 2 klukktíma bara. Ég veit ekki hvað, mér búið að langa ógeðslega mikið að taka roadtrip til Akranesar sem ógeðslega random, en sundlaugin þar lúkka bara svo ógeðslega næs. Það sem sagt svona rennibraut sem Ólafur getur farið sjálfur í og það ekki svona tröppur, þetta bara svona brekka í staðinn fyrir tröppur og síðan fer hann niður, svona
fyrir að setja mynd hérna, bara svona stór opin rennibraut og Oliver er rennibrautasjúkur en við ég er náttúrulega ekki búin að vera að fara með hann neitt á meðgöngunni en Brynjar er búin að vera að fara með hann og það er svo leiðilegt að fara með hann í rennibrautinar hann vil alltaf fara aftur en við elskum svona rennibrautir sem eru svona opnar og sem eru ekki of háar og hann getur bara farið sjálfur í þær og á höfuðborgarsvæðinu þá er Mosó og Kópavogslaug með svona rennibraut en þessi lúkka bara ennþá þægilegri fyrir hann að fara í. Ég hringi Brynjar, ég man ekki alveg hvað ég segja, ok, ég er að vera svolítið sein við henni, það er að setja ykkur hér. Ég veit ekki alveg hvað planið í dag er, kannski þurfum við bara ekkert til Akranesar, kannski gerum við bara eitthvað annað, en það er alltaf sól núna og svo ákoma svolítið svona skýjað á eftir. Ég er alltaf þannig að vinna. Breytum aðeins plananum og ætlum að fara í Kópavogslaug og borða smá næsti í sólinni. Því að Brynjar var mjög stressaður að missa sólina í dag. Við vorum að koma upp úr sundi, við fengum bara glampandi sól. Við sko öll út í nýjum freknum. Og við ætlum að rölda hérna aftur á Klambratún, nei hvað heitir þetta, Hrútstún. Svo vorum að borða áðan á. Það er alveg gott svona logn hérna. Og leifa Oliver að leika sér og borða ís. Við varum að kaupa svona mikið. Já. Við varum að kaupa... Þetta er tösku. Við varum að kaupa tösku, nei. Við eigum, já. Þetta er olíu. Við varum að kaupa olíu, nei. Við eigum. Jæja, það er einn tröstjörgött. Hann er alveg góður í dag. Vanlega finnst mér þeir svolítið bragðlausir en þessi er alveg góður. Ok, ég var að klára 2 kúna og ég er bara að byrja að leifa bumbuna hanga út því ég er að vinna. Mér er svo heitt. Ég var að fá pakka frá kúna, fasta kúna sem búin að vera hjá mér í mörg ár. Gaf mér sko pakka í maí, ég gerði TikTok að því og hún gaf mér, þú veist, gerði þetta náttgala og smekk og nammi og þú veist, var alveg mikið í þeim pakka og svo kom hún aftur og hún segir þetta sem er fyrir mig en hún gaf mér Bibs snuð, ógeðslega næs að fá fleiri snuð, andlitsmaska, ég er frá að nota hennan í kvöld, takk fyrir, nammi, nýju súkkulaðplöturnar, Fanta Orange, hún gaf mér þetta líka seinast af því ég var alltaf að drekka þetta þá, hún spottaði það held ég. Meira nammi, Meraki kerti, þetta er alveg 3 þráða, hvað mikið spálíkt af þessu, eins fyrir 2 óskarskrím. Þú veist, oh my god, þetta er ekkert eðlilega veglegur pakki. Það er svo skrítið að vera að kveðja alla, þú veist, kúnnana sína af því mér líður eins og þegar ég fór, sko, senast þegar ég svona, þú veist, að kveðja kúnnana mína það var þegar ég var að flytja til Akureyrar, þú veist, ég var sérst ólétt að flytja til Akureyrar. Ég veit ekki, mér fannst ég ekki vera með jafn mikið af svona góðum þú veist, ok, mér skilja leiðilegt að segja góðum fastakunnum en núna er mér bara svo marga kuna sem eru búin að koma til mín bara konstantli í seinustu mánuði og bara seinustu ár. Þannig mér einhvern veginn núna vera miklu mjög svona kveðjustund heldur en bara þegar ég flytti til Akureyrar seinast og náttúrulega þú veist þegar ég var á Akureyri þá var ég bara að vinna í nokkra mánuði þannig að þegar ég fór í orlof þar þá var það ekkert eitthvað big deal og planið er að koma aftur í vetur, sjáum hvernig það fer. Ég er bara að fara hitta Guðni Helgu og við ætlum að taka smá hádegismat í að hyggja, ég hef ekki prófað hann en alveg juicy bygglur, ég er ágæðslega mikið bakflæði. Ég er alveg búin að vera með bakflæði á sem meðgöngu en núna er ég byrjuð að fá bara svona brennandi bakflæði, bara mér líður svo bara bringa mín og háls mín séu on fire, bara ég veit ekki alveg hvort þetta tengist þú veist magabólgunum eða sterónum eða eitthvað, en eða bara barnið sé eitthvað, ég veit ekki, liggjandi á pirrandi stað, en það er alltaf ógeðslega vont bakflæði. Já, ég er bara að bíða eftir að Guðný Helga sendi á mig að hún sé að leggja af stað, ég ætla bara að þessi ganga frá einu stofunni.
Jæja, ég komin í smá svona sótthreinsi gír sem að ég held að ég myndi segja sér leiðilegasti parturinn af baby prepping. Núna ég að þrífa göngugrindina hans Ólífes sem barnið ekki að fara að nota fyrir en kannski kringum 6 mánuði, ég veit ekki, þegar bara að sitja eða eitthvað. En hún var óslega skítuð og ég ætla bara að klára að bara svona þrífa allt svona sem ég sé. Ég var að þrífa sem sagt einhverjum duddur og pela, óslega pirrandi. Systir mín gaf mér svona sótthreinsi, ég veit ekki, box sem að má fara inn í örbygjófn og þú veist, bara get easy að sótthreinsa. Og boxi passar ekki inn í örbygjófnum minn, þannig að ég gæti ekki nota það, þannig ég að það að gera það bara sjóða og eitthvað. By the way, eiginlega búin að gefast upp á myndavélum minni, ég að taka upp símann. Ég held að myndavélum mín sé bara hún ónýt. Hún orðin sko næstu 4 ára gömul og ég náttúrulega búin að nota hana í næstu 100 vlogg. Það komið bara eitthvað svona skrítin birta á hana og okkur svona blettir á skjáinn og eitthvað. Þannig að ég veit ekki hvort að næstu vlogg verður kannski bara símavlogg. Ég búin að vera að skoða hvort það sé einhver önnur myndavél sem ég langar að kaupa því ég á afmæli bráðum. En það engin til sölu á Íslandi sem ég líst vel á. Eða þú veist, það bara ógeðslega lítið úrval á svona vloggkamerum. Það smá sad news for the vlogs af því að ég viðurkenni alveg ég minna peppið að taka upp vlogg á símanum. Brynjar að vinna. Ég fer ekki að vinna fyrr en bara 3 og ég bara með 1 kúna í dag. Við erum að fara að skoða bíl í dag. Ég held að Brynjar ætli sko að skutla mér í vinnuna, fara að skoða bílinn og sækja mig svo. Já, okkur vantar sérst nýjan bíl. Við erum bara með lánsbíl, eða þú veist, við erum með bíl frá mamma og pappa núna sem frekar lítill og mér langar svo að vera komið nýjan bíl áður en barnið kemur og mér langar bara svona að geta fara að setja bílstólinn, bara klára hann út í bíl. Ég vona mjög mikið að þessi bíl sé bara æði og flottur. Okkur líst mjög vel á hann og verðið og já. Ólífur, hvernig finnst þér bíllinn? Ég fíla með. Hvað? Þannig stóllinn. Pappagættir, hvað finnst ykkur bílinn? Flott. Ætlaðu að fara að keyra? Sett ekki dýr eða eitthvað? Og með alene. Ætlaðu að fara að keyra aleinir? Það ekki að skála fyrir bílaköpum. Já, við erum sem sagt komið með nýjan bíl. Hann var bara mjög flottur og bara góði díll, þannig að við hoppum bara á það, keyptum hann. Það bara ógeðslega mikið léttir að vera komin með nýjan bíl, geta að fara að setja bílsætið hérna litla í það. Bara munurinn að vera í bara actually stórum og fínum bíl versus það sem við erum búin að vera að keyra á. Sorry pabbi, ég veit þú ert að fara á þetta. En þetta miklu þægilegra. Ég er ekki ennþá búin að prófa að keyra en ég mjög stressuð og ég ekki góð að keyra stóra bíla. Og þessi alveg stór. Þannig ég alveg smá stressuð. Ég þarf að nota hann á morgun. En það gengur alveg bara vel, ég æfi mig bara. En ég ætla að enda þetta vlogg hérna. Það var smá svona vika í lífi. Kannski ger ég meira svona þess að ég fá að sjópa svona smá úr hverjum deginu mínum. Smá svona meðgöngu diaries fyrir vikuna. En þetta var, já, vika 35. Ég segi bara takk fyrir að horfa, like and subscribe og þá kannski held ég áfram að posta þótt að myndavélin mín sé... Nú er ég að taka með myndavélina. Þetta alltaf lægi, en ég veit ekki, ég veit ekki hvort þetta sjáist á klippinu, en það svona, þegar ég horfa á skjáinn þá svona doppur hérna og ég veit ekki hvort þetta sé skjárinn eða linsan. Kemur svolítið í ljós þegar ég er að edita. Góða nótt og við sjáumst næst.